Ég ætla að bara byrja á því að velja fundarstjóra og ég mæli með honum Sigurjóni Andréssyni. Ef engin andmæli eru þá takk fyrir. Þakkir fyrir. Komið sæl þið sem eruð í salnum og þið sem eruð á netinu. Sigurjón heiti ég Andrésson. Ég stjórnarformaður Náttúrustofu Suðausturlands og bæjarstjóri hérna í Hornafirði. Og fyrst á dagskrá nú skýrsla stjórnar og ég ætla að flytja hérna skýrslu stjórnar. Það sem ég að ljúka einu starfsári mínu sem formaður stjórnar. Það var gaman að sitja fund í morgun og hlusta svona á starfsfólk stofunar vera að tala sín helstu verkefni og það var alveg sama hvaða orð komu, sem betur fer hafði ég heyrt þau áður og maður lærir svona smátt og smátt að meta betur og betur mikilvægt starf náttúrustofunar og náttúrustofa all land. En í stjórnstofunar auk mín sita Auður Guðbjörnsdóttir sem fulltrúi Skaftárhrepps og Sæunn Stefánsdóttir sem forstöðumaður stofnunar Rannsóknasetra Háskóla Íslands og þær eru með okkur hérna í salnum í dag. Nú stjórnin fundaði reglulega á árinu og fylgdi eftir rekstri, stefnumótum og helstu verkefnum stofunar. Rekstrarniðurstaða ársins 2025 hún var neikvæð 3,8 milljónir en var jákvæð 900.000 árið 2024. Rekstrartekjur námu 76,9 milljónir króna og bókfært eigið fé í árslok var 37,5 milljónir króna. Eiginfjárhlutfall áfram sterkt og fjárhagsstaða stofunar því traust þrátt fyrir neikvæða niðurstöðu ársins. Nú framlag ríkisins og aðildarsveitarfélagana Hornafjarðar og Skaftárhrepps eru burðarás í rekstri stofunar og undirstrikar mikilvægt samstarf ríkis og sveitarfélaga starf náttúrustofa allt land. Nú þetta starf fjölbreytt og það spannar vítt svið náttúrufræða. Náttúrustofa Suðausturlands ein af 8 náttúrustofum landsins og við sinnum rannsóknum, vöktun á mjög víðfeðmu starfsvæði sem nær allt frá Mýrdalssandi í vestri og austur í Hvalnesskriður. Auk verkefna utan þess svæðis. Verkefni ársins endurspegla áfram sterka faglega stöðu bæði á sviði jöklarannsókna og loftslagsbreytinga sem og líffræðilegrar fjölbreytni og vistkerfisrannsókna. Það mikilvægt að standa vörð starf náttúrustofa allt land. Það gegna lykilhlutverki við að byggja upp þekkingu á náttúru landsins, styðja við upplýsta ákvarðanatöku og skapa störf fyrir vel menntað fólk í nærsamfélögum og heimabyggð. Slíkt starf hefur bæði vísindalegt og samfélagslegt gildi. Á árinu urðu breytingar á forystu Náttúrustofu Suðausturlands og vill stjórn færa Dr. Lilju Jóhannesdóttur fráfarandi forstöðumanni einlægar þakkir fyrir afar gott og faglegt starf, metnaðarfulla forystu og ánægjulegt samstarf. Á hennar tíma hefur starfsemi Náttúrustofu Suðausturlands styrkst og þróast með markvissum hætti. Við óskum Lilju velfarnaðar í þeim verkefnum sem framundan eru hjá henni. Jafnframt býður stjórn Snævar Guðmundsson velkominn til starfa sem nýjan forstöðumann stofunnar. Snævar hefur starfað hjá Náttúrustofunu frá árinu 2013 og býr yfir víðtækri reynslu og djúpri þekkingu á starfsemi hennar. Stjórn treystir honum vel til að leiða stofuna áfram og byggja á þeim sterka grunni og starfsfólki sem þegar hjá stofunni og hefur verið lagður hjá Náttúrustofu Suðausturlands. Ég vil að lokum þakka starfsfólki Náttúrustofu Suðausturlands fyrir fagmennsku, metnað og eldmóð á árinu og ég flyt þessar þakkir frá okkur öllum í stjórninni. Þá þakka ég styrktaraðilum og samstarfsaðilum og stjórn fyrir gott og uppbyggilegt samstarf. Og nú ætla ég að biðja Snævar að koma upp og fara í gegnum ársreikninga stofunar fyrir árið 2025. Nú, ársreikningur Náttúrustofu
fyrir árið 2025 í raun og veru á þeim tíma sem Lilja forstöðumaður og hún auðvitað meira inn í þessu heldur en ég vegna á eðlilegum skýringum. En ég ætla að reyna svona að fara með ykkur svona í gegnum þetta og þá byrjum við fyrst bara á rekstrartekjum ársins og þær voru 76,9 milljónir króna. Þetta það sem fór í reksturinn og þið sjáið að hann hefur hækkað 14 milljónir frá árinu áður og skýringin á því að á síðasta ári þá fengum við góða styrki allt sem skýra þetta en þeir sem eru í þessu þeir vita það að það svolítið fallvalt og það getur verið gott eitt árið og verra annað. Nú við sjáum að það eru sérverkefni sem líka voru hærri og síðan það launin og annar starfsmannakostnaður sem í raun og veru sem rekstrartekjurnar fara að mestu megni í. Það eru 65 milljónir króna. Annar rekstrarkostnaður eru 12,8 og síðan afskriftir 1,3 milljón króna. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld samtals gerir þetta gjöld umfram tekjur 3,8 milljónir ára. Og það var auðvitað stefna stofunnar að sitja ekki á fé, þetta ekki hagnaðarrekið fyrirtæki heldur stofnun og þetta var gert með vilja stjórnar og forstöðumanns. Hérna sjáum við rekstrartekjurnar og þar munar mestu framlagið frá ríki og sveitarfélögum. Svo það styrkir, atvinnu- og rannsóknarsjóður og fleiri styrkir sem hafa styrkt starfsemina. Samtals gerir þetta 76.800 milljónir. Kostnaðurinn á móti fyrir sérverkefni, hann stafar auðvitað af kostnaði við verkefnin sjálf og þarna má sjá að kostnaður við aldursgreiningar hæstur 1,1 milljón króna. Þetta hins vegar oft á tíðum styrkt verkefni þannig að þetta dæmi var til dæmis styrkt nokkrum árum áður þó að það var ekki greitt fyrir í fyrra. Hér sjáum við síðan laun og annan starfsmannakostnað, vinnulaunin eru 51 milljón, svo það stjórnarlaun og síðan gjöld tengt launum. Og þetta auðvitað búið að koma fram og annar rekstrarkostnaður húsaleiga sem mest tæpa 4 milljónir og síðan þessi dæmigerði rekstrarkostnaður sem fylgir svona stofnunum samtals 12,8 milljónir króna. Og ef við svo rennum hérna hratt yfir efnahagsreikningin þá sjáum við að fasta fjármuni og eignir eru 2, eða sem eignir og þar eru líka skammtímaskuldir og síðan peningaleg staða sem upp á, afsakað það eitthvað fyrir hérna. Já, hætti, ok, ég búinn að því, þau sá ekki. Þannig að segja eigið fé og óráðstafað fé, það eru 37,4 milljónir króna. Og þetta svona auðvitað skautað mjög hratt í gegnum þetta, það allir fegnir að fara hratt í gegnum þennan lið. En næst ætla ég að segja ykkur frá stofinni og hvað var gert á síðasta ári. En Náttúrustofa Suðausturlands, hún auðvitað rannsóknarstofnun á sviði náttúrufræða og hún starfar í samræmi við lög náttúrufræðistofnun og náttúrustofur en síðan sinnum við einnig verkefnum vernd og friðun og ýmislegt sem tengist náttúrunni. Og náttúrustofurnar eru 8 talsins á landinu og Náttúrustofa Suðausturlands var sú síðasta sem bættist í hóp þessara stofa árið 2013. Hlutverkið að safna gögnum, varðveita heimildir og náttúrufar og stunda rannsóknir. Þá sérstaklega í þeim hluta sem
náttúrustofa starfar í, en það engin skilyrði engu að síður og við getum unnið að verkefni sem eru í öðrum landshlutum. Og hugmyndin með náttúrustofunum þetta að ekki bara að vera með rannsóknir, heldur líka að veita til dæmis náttúruverndarnefndum og ýmsum aðilum sem þurfa að halda upplýsingar og ráðgjöf. Og það má eiginlega segja að fyrir vikið þá verði starfið býsna fjölþætt og komi við náttúruna á mörgum sviðum. Starfsvið náttúrustofunnar má sjá á þessu korti. Það tekur yfir 2 sveitarfélög, Skaftárhrepp og sveitarfélagið Hornafjörð, og þar starfar stofan samkvæmt rekstrarsamningi sem gerður við umhverfis-, orku- og loftslagsmálaráðuneytið. Núna erum við 6 eða 5 á stofunni. Það forstöðumaður sem hér talar og Lilja Jóhannesdóttir sem lét af störfum sem forstöðumaður síðust áramót. Hún þó ennþá hjá okkur og verður eitthvað fram á vorið. Nú síðan höfum við líffræðingana Hólmfríði og Róbert og Marju sem eru hver í sínu sviði í líffræðinni, og síðan það hann Binni okkar sem í fuglunum líka og hefur verið okkur styrk stoð og mikið innan handar í ýmsum verkum sem tengjast fuglunum. Nú, sem rannsóknarstofnun þá höfum við myndað tengsl við fjöldastofnana og skóla, bæði aðra náttúrustofur. Við höfum gott samstarf við rannsóknarsetur Háskóla Íslands á Höfn. Við höfum samstarf við ýmsar fræðisvið hjá Háskóla Íslands, Náttúrufræðistofnun og verkfræðistofum eins og til að mynda Eplu. Við höfum sinnt svona ráðgjafarhlutverki og unnið ýmis verk sem tengjast framkvæmdum á svæðinu, til að mynda veginn og ýmislegt annað. Og við höfum líka verið í samstarfi ýmsar stofnanir, bæði Vatnajökulsþjóðgarð, við Nýhema þekkingarsetur og eins og ég sagði áðan rannsóknarsetur Háskólans. Ég held að tíminn sem náttúrustofan hafi starfað hafi sýnt það að það styrkur fyrir sveitarfélag að hafa slíka stofnun, ekki bara að efla rannsóknir og þekkingu, heldur að skapa aðgengi fyrir samfélagið að náttúrufræðum, og síðan að ekki síst að búa til sérfræðistörf í héraði. Og hérna ætla ég svona aðeins að sýna ykkur svona nokkra myndir, lauslega gripnar úr starfinu á síðasta ári, og eins og sjá má þá þetta mjög fjölbreytt fjölbreyttir þættir sem við tökum að okkur, allt frá því að skoða hvali í Tröllasmið sem að sjá í horninu neðst til hægri. Lífríkið og vöktun vistkerfa og náttúruvernd kemur mikið inn á borð náttúrustofunnar. Við höfum mikið verið að sinna fuglum og við höfum líka verið að sinna, eins og síðust ári sinntum við ýmsum störfum í fjörunni til að mynda, og sækja gróðurleifar og eða vinna í vistkerfamælingum, eins og sést efst til vinstri. Jöklarnir, þeir eru það sem kannski stendur mér næst, og þess vegna ætla ég aðeins að segja ykkur frá því hvað við gerðum í jöklunum á síðasta ári. Svona almennt séð þá höfum við sinnt sporðamælingum, en líka tekið þátt í ýmsum verkefnum, til að mynda Hörfandi jöklar sem eru á vegum nokkurra stofnana, þar á meðal Veðurstofu Íslands. Jöklavefsjá samstarfsverkefni við Jöklarannsóknarfélag Íslands, Veðurstofuna og jarðvísindadeild Háskóla Íslands. Og síðan höfum við verið að skrá breytingar á öllum Vatnajökli á hverju ári. En síðasta ár var alþjóðlega ár jökla, og þá létum við okkar ekki liggja eftir og skrifuðum grein örlög tveggja jökla, Hofsjökuls eystri og Okjökuls, sem eru
aldeilis búin að finna fyrir því í hlýnandi loftslagi og þarna má sjá þessa jökla til vinstri er Okjökull, þessi myndi tekin 2004 og síðan er það Hofsjökull eystri til hægri, myndin er tekin 2006. Og þessi jöklar hafa mikið verið að minnka frá aldamótunum 1890 og þessar línur sem eru dregnar hann í kringum jöklana eða þessi svæðin sýna raun og veru útbreiðslu jöklana á tilteknu tíma. Þessi græna, hún sýnir umfangið 1890, bláa línan 1945 og síðan sjáum við stærðirnar sem eru í dag, 2021, þá eru bara örfáir skaflar eftir þar sem Okjökull var og einn lítill jökull árið 2024 hvar Hofsjökull eystri er. Og þetta er hægt að skoða og spá fyrir og hérna má sjá Hofsjökull eystri, hvernig hann var árið, það sjá, það er alltaf eitthvað hérna fyrir. Já, hvernig hann var 1964 og þá má sjá að þessum litaborða hver þykktin er. Og þá var jökullinn þykkastur 130 metrar. Svo sjáum við þetta hvernig hann minnkar og rýrnar og þynnist með tímanum og 2024 þá er jökullinn ekki nema 2,1 ferkílómetrar að stærð og hámarksþykktin er 55 metrar. Og síðan má sjá neðri myndunum frá G og upp til K sýnir okkur Okjökull og þykkt hans 1960 70 metra þykkan en hann er eiginlega alveg farinn núna. Og með því að síðan að varpa þessu fram í framtíðina þá getum við séð örlög Hofsjökuls, hver þau muni vera og 2030 þá verði hámarksþykktin 45 metrar en 2050 sem þið sjáum á F-myndinni að þá verður jökullinn algjörlega horfinn. Þannig að þessi örlög eru auðvitað það sem býður allra jökla en það má segja að þessir jöklar, Okjökull og Hofsjökull, séu þessi dæmi sem við sjáum hvað mest breytingar á innan okkar æviskeiðs, ef segja má það. Nú, einn þáttur í þessu sem hefur líka við höfum verið að vinna í og það eru gróðurleifar en á Breiðamerkursandi höfum við safnað talsverðu af gróðurleifum sem við höfum látið aldursgreina síðan. Bara rétt svona að sýna ykkur fjölbreyttan aldur á þessum sýnum. Elstu sýnin eru við ströndina á Jökulsárlóni, það eru skeljar eða kuðungar sem við höfum látið aldursgreina og var aldur þeirra 9700 ár. Og þessi aldursgreiningar þær raun og veru að segja okkur að jökullinn á Suðausturlandi eftir síðasta jökulskeið að hann var horfinn inn fyrir núverandi strönd fyrir 9700 ár. Nú, ég ætlaði nú að segja frá verkefnum samstarfsmanna. Ég var þá með svona athugasemdir sem ég gat vitnað í en ég hef ekki, þannig ég ætla bara að biðja Hófi að koma upp og segja ykkur örlítið frá sínum glærum. Ég held að það sé besta lausnin. Gjörðu svo vel. Já, þannig að þetta eru sem sagt selatalningarnar sem ég hef verið að gera í Horni á Skarðsfirði. Þá í rauninni flýi út með dróna, skanna allan fjörðinn en á kortinu sjáu þessi helstu svæði sem ég sé selina á. Við pössum okkur að fljúga mjög hátt, við fljúgum í 100 metra hæð til að trufla selina sem minnst, sérstaklega því að ég reyni að gera þetta á 2 vikna fresti en veður hefur ekki verið samvinnu þýtt við mig þessa dag. En sem sagt, svona lítur þá myndin út úr 100 metra hæð en af því að drónin okkar með svo gott zoom, þá frekar auðvelt að zooma inn. Á þessara myndi þetta mjög augljóslega selir en stundum eru steinar og ísjakar sem eru kannski svipaðar og selir og stærðar í laginu þannig að ég nota zoomlinsuna til að staðfesta að þetta séu selir. Af hverju ger ég þetta?
áður en við hér náttúrustofunni fórum að telja, þá voru eiginlega einu talningarnar seli í fjörðunum stofnstæramat og þær eru gerðar náttúrulega með allt ennum tilgangi, þær eru gerðar reglulega nokkra ára fresti, langoftast í ágúst og þá mesti fjöldinn sem hafi verið séður í fjörðunum þá var þessir 58 selir. Mestur fjöldi sem ég hef talið 272 selir, sem náttúrulega töluvert meiri fjöldi og eins og við sjáum þarna á topp 10 talningunum þá þetta ekki einn viðburður sem gerðist, það skildi vera svona mikið að selum. En útskýringin á þessu nokkuð einföld af því að ef við skoðum hvernig fjöldi sela á svæðinu sveiflast yfir árið, þá nær hann hámarki þarna mars og apríl, sem að langflestar mælingarnar eiga sér stað á, það eru allar í apríl og mars nema ein í febrúar. Og svo fækkar þegar sumari kemur og í algjöru lágmarki í ágúst og september. Þannig að það útskýrir af hverju við sjáum svona lágan fjölda í stofnstæramati af því það akkúrat gert þegar sveiflan yfir árið í lægð. Þannig að þetta hefur bætt verulega upplýsingar okkar seli í fjörðunum og hvernig notað á og mikilvægi fjarðanna fyrir seli. Næsta verkefni sem ég ætla að segja ykkur frá sem ég hef verið að vinna í smádýralíf Skarðsfjarðar og það verkefni byggist á endurtekningu á mælingu frá 1979 og hérna á kortinu sjáum við sem sagt athugunarsvæðin og í þessu sem sagt farið út í leiruna, lagður út svona rammi, metin þekja ákveðna dýra og gróður þar og sýni tekin. Og þetta verkefni sem ég ætla að segja ykkur betur frá á eftir hvað leynist í leirunni. Og markmiðið með þessu var semst að meta hvort það hafi orðið breytingar á smádýralífi fjarðarins. Og helsta niðurstaðan sem við fáum út úr þessu þá uppfærður tegundarlisti yfir hvað í leirunni hérna í Skarðsfirði. Alrighty, ég Maja fyrir ykkur sem ekki vitið og ég var með 2 eiginverkefni og gæluheitin yfir þau eru Esjufjöll og pöddur. Ég ætla að tala meira pöddurnar mínar á eftir en þar fer ég líka í gróðursamfélög. En sem sagt þetta Esjufjallaverkefni það var svona smá hugmynd þar sem ég vildi taka stikkpröfu á því hvort að Esjufjöll séu í rauninni svona uppspretta gróðurfars í öðrum jökulskerjum og reyna að átta mig á því hvað flóran í Esjufjöllum búin að vera þar lengi. Því að við erum alltaf að reyna að komast að því nákvæmlega hvenær jökullinn fór og hvort hann hafi verið bara 3 kílómetra þykkur yfir öllu Íslandi bara allan tíman eða hvort hann hafi hörfað fyrr. Og mér langaði að reyna að athuga það með svona erfðafræðistúdíu á Hvítmöðru. Þarna satt mynd af Hvítmöðru í Esjufjöllum og hún alveg allt öðruvísi útlítandi heldur en svona þessi hefðbundna hvítmara sem við finnum út í garði. Og mér finnst hvítmaran líka mjög heillandi út af hún það sem heitir eiginlega vera einlend. Hún finnst á öllu Íslandi, eiginlega öllum þurrlendisvistkerfum, en hún finnst bara á einni eyju í Noregi og annars hvergi annars staðar í heiminum. Og sennilega komst hún á þessa eyju í Noregi bara með mannfólki, sko. En það ekki búið að staðfesta það heldur, en það svona eyja það sem voru svona verslunarhafnir. Þannig að það alveg einhverjar líkur á því. Þannig ég fór samt í Esjufjöll í sumar í leiðangur og safnaði þessu. En í leiðangrunum þá var ég líka að aðstoða Bjarna Diðrik og Starra Heiðmarsson við gróðurúttekt. Þeir eru með langtímaverkefni þar sem þeir eru með gróðurreiti sem þeir eru að vakta á 5 til 10 ára fresti eftir því hversu vel gengur að fjármagna og komast á svæði. Og og ég fór með bæði út af því að ég nokkuð sleip í gróðgreiningum en líka út því ég jöklaleiðsögumaður. Þannig að það hendaði bara mjög vel, 2 flugur, 1 högg, eins og maður segir. Og svo Róbert. Halló, ég heiti Róbert. Ég ætla að kynna mín verkefni sem eru 3 talsins og eitt þeirra snýr að örverusamfélög í jarðvegi þurrlendis og þar ég að bera saman örverusamfélög og helst eiginleika þeirra, hvernig þeim breytast við mismunandi landnýtingar og í þessu tilfelli ég að skoða áhrif ræktunar og þar skoða ég innan ræktunar hvort það sé plægt eða óplægt og hvernig svona samfélögin mótast og ég gera þetta með því að taka mold
og 0,25 grömm af mold og einangra erfðaefni úr henni og sendi erlendis og það einhver tæknimenn sem að skila með svo hráum upplýsingum erfðaefni sem finnst. Og já, þetta hluti af stærra verkefni sem að skoðar sambærilega eiginleika í lífrænu jarðvegi, aðallega á Vesturlandi og Norðurlandi. Þannig að með því fáum við svona frekar heildstæða mynd á hvað að gerast í moldinni og ég mun fara nánar út í það á eftir í kynningu. Og svo ég í öðru mjög sambærilegu verkefni á Skeiðarársandi og þar ég að skoða, og Breiðamerkursandi og þar ég að skoða sem sagt, fyrstu skref lífs, land sem kemur undan jökli og hvernig svona fyrstu skref framvindu kemur, hvernig nitur kemst inn í kerfið og nitur náttúrulega lykillinn að öllum gróðri til dæmis, þannig að svona hvernig þessi blessuðu jökulsandar þróast og það raun fáir staðir í heiminum sem bjóða upp á jafn gott tækifæri til að skoða það, þannig að það bara mjög gaman. Svo þriðja verkefni mitt, þá ég að skoða áhrifin á veginum á nágrenni sitt, á mýrlendið sjálft og jarðvegs eiginleika, losun koltvísýrings og vatnshæð og fleira og ég kynni það nánar á eftir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta. Það er gott að eiga sérfræðinga þegar maður skautar sjálfur sig út í horn. En svona í lokin þá vil ég auðvitað minna á það eða geta þess að starf vísindamanna og líffræðinga felast ekki eingöngu í því að sinna rannsóknum. Það þarf einhvern veginn að koma þessu frá sér og kynna hvað fólk er að gera og til þess gerum við með tvennum hætti, annars vegar með erindum eða kynningum og hér listi yfir þær kynningar sem fór fram á síðasta ári og þið getur skautað svona yfir þetta. Þarna eru sem sagt ýmsir hópar í samfélaginu sem við getum sagt að verið að kynna fyrir. Það geta verið nemendahópar, það geta verið á ráðstefnum, það getur verið eitthvað allt annað. Þannig að það kemst svona víða en ég ætla samt að skjóta þið inn af svona fenginni reynslu að þegar maður svolítið svona í þessu samfélagi og sér hvað þeir eru oft lítil að þá eitt svona kynningaþáttur sem má ekki ýta frá sér og það er fjölmiðlakynningar. Það koma ýmsir hópar heimildagerðar fólk og útvarpsstöðvar og slíkt og biðja að fá kynningu á því sem við erum að gera og ef maður spyr hvað heyra margir þetta prógram, til dæmis útlendingar, þá segja það ég er með svona 2 milljónir eða 6 milljónir og þetta má hugsa þennan mikilvæga þátt líka því að þegar maður er að skoða vísindagreinar og sér hvað margir hafa verið að sækja þær inn á netið, þá er það kannski 6-7 manneskjur. Þetta oft svo sérhæft. Þannig að það allt sett spilar þetta saman. Hin leiðin til að koma frá okkur þekkingunni er síðan útgáfa á efninu og það þá ýmist sem ritrýndar vísindagreinar eða skýrslur og hérna eru dæmi það sem við gáum út á síðasta ári. Ég ætla þá bara að láta þessu lokið núna, svona þessi skautun þessi skautkynning á náttúrustofunni 2025 og ég á næsta ári þá mun ég mæta með athugasemdirnar klárar. Takk fyrir. Kærar þakkir fyrir þessa yfirferð, Ögnsömmur og Snævar. Gaman að heyra Snævar er náttúrulega orðin heimsfrægur og nú er hann fara að tala að vera ennþá meira í fjölmiðlum. Mér líst vel á það, bara ég er með þér. Það er alltaf þannig að ég var nú að segja að ég hafi skilið svona þessi stuttu erindi sem ég heyrði í morgun. Ég gat tengt saman og það kom svona ákveðin reynsla á eyrað en svo lærði ég nýtt orð núna. Mér sýndist standa sandmaðkshaukur. Þannig að alltaf lærir maður eitthvað nýtt.